Patti, fjara marka sigur og lítur ánægður? Já, ég brosi svolítið núna og ánægður með strákana. Þeir bara mættu klárir í leikinn og varnarlega var mikil orka og vinnusemi og það munur frá kannski síðustu leikinn að við vorum líka að fá meira hraðaklub og við keyrðum svolítið hraðar upp. Það hefur kannski vantað svolítið hjá okkur í leikinn en við hlupum vel í 60 mínútur í dag og ég sem þjálfari er ánægður með það að leikmennið er gott að hlaupa í þetta. Hvað var svona sem skóp sigurinn helst? Ég held að það sé náttúrulega til þess að þetta er bara sama klísjan sko, þú þarft góða markaskóp, Bubbi var náttúrulega frábær í dag og vörnin var rosalega góð en þú þarft líka sóknarleik sem er þannig að þú ert ekki að leyfa andstæðingum og Akureyringar eru náttúrulega mjög sterkir í hraðahlaupunum og ég held við höfum skorað fleiri hraðahlaup en þeir en leið og við slökum á í sókninu þá náttúrulega refsuðu þeir okkur en svona í heildina þá er ég alltaf bara ánægður að við höfum klárað leikinn þráttur að hafa lett þetta 2019 undir og svona á lokakafla, einu marki undir á lokakaflanum að ná að bara keyra þetta og klára þetta og loka þessu. Það er náttúrulega það sem þetta snýst að loka leikinn. En svona fyrstu 2 leikir í deildinni voru ekki góðir, nú eru komin ágætis skrið. Já, ég er ekki samanlega. Fyrsti leikurinn var hræðilega sterk og seinni hálfleikur, bara ömurlegur en á móti FH var svo sem fínn leikur þannig séð og þar gerði ég held ég bara mistök svona eftir að hyggja. Ég róteraði bara ekki liðinu nógu mikið og en ég segi þetta HK-leikurinn af þessum 7 leikjum sem við erum búin að spila þá er HK-leikurinn það langslagasti. Hitt er búið að vera, ég segi ekkert, alltaf þetta kritísera nokkur atriði handboltalega séð en svona hvernig menn mæti leikinn og hvernig menn presentera sig sem lið og sem bara auglýsing fyrir sig sjálfa inn á vellinum. Það verið fínu lagi fyrir utan HK-leikinn en við hefum HK í sjónvarpsleik á laugardaginn og ég trúi ekki öðrum nema að menn vilji bæta fyrir það.